Hey folks og velkomin í flæðiskerið hjá okkur Jóa. Ég heiti Rökkvi Vésteinsson auðvitað og við erum með Ragnheiði Eiríksdóttur, hjúkrunarkonu og kynlífssérfræðing hjá okkur í dag aftur eftir fjölda eftirspurna að fá hana tilbaka og ekki síst bara langaði mig að fá hana tilbaka því að það svo skemmtilegt þegar hún kemur til okkar. Hvernig hefur það núna? Bara ljómandi gott. Já. Takk fyrir að bjóða mér aftur. Það var gaman hérna hjá okkur síðast og ýmislegt fleira sem við getum talað Já, ýmislegt sem fekk að flakka hjá okkur síðast já, og það bara skemmtilegt og gott fyrir fólk að heyra svona ýmsar hliðar á þessum málum. En mér langaði fyrst að spyrja þig, þú varst að vinna hjá vefpressunni, pressummiðlunum og hættir nýlega þar. Já. Hvað hefur verið að gera síðan? Já, ég semst var búin að vera í blaðamennsku í tæplega 3 ár, bara í fullu starfi, verið að skrifa í blöð frílans svona frá 1999 sem eru orðin ansi mörg ár. Já. Og en aldrei haft að fullu starfi fyrir þarna þessi 3 ár og það var bara ljómandi skemmtilegt að uppgöta það að þetta var hægt að vera bara einhvers staðar í stól og skrifa allan daginn og hreinlega fá borga fyrir það. Já. Hljómar eins og bara blautur draumur sko. Já. Og þannig að þetta var afskaplega skemmtilegu tími sem að skiptist svona milli ýmissa miðla. Ég opnaði nú kynlífspressuna og svo var ég á DFF á tímabili eða nokkrum tímabilum og pressunni sjálfri og bleikt. Já. Og hef nú skrifað einhverja fréttir á eigina en kannski fæstar. Þannig að þetta var alveg óbúslega lærdómsríkur og skemmtilegu tími og þetta er frábært að koma inn á svona vinnustað þar sem er hópur af hugsandi og frjói fólki sem að skiptast á skoðunum allan daginn og svona vinna í hinum ýmsu málum. Já. Ég hætti síðan í bara sumar, ég fekk uppsögn í byrjun júní og þá var verið að draga saman seglin og svona eins og gengur að gerist í þessum bransa. Þetta er náttúrulega rosalega svona upp og niður bransi, er það ekki? Jú, það eru margir sem segja að maður sé ekki orðin almennilegur blaðamaður fyrir að búið að segja mann upp svona 3 svar. Já. Og við sjáum alltaf sviftingar í þessum fyrirtækjum og það er sjaldgæft að fólk sé 47 ára á sama miðlinum en það gerist þó upp á mokka. Þannig að en svona öðru leiti þá er þetta mjög svona hreyfanlegt og sama fólki mikið að fara á milli ólíkra miðla. Ég notaði sumarið síðan í að bara hugsa málið. Ég var náttúrulega aldrei gaman að fá uppsögn en allir ég hef ekki verið pirruð í svona 4 daga eða eitthvað og svo bara fór ég að spá í hvað ég ætti að gera næst. Já, mér er svolítið fundist að maður kannski með það í sér að vera aðeins of hræddur við breytingar og uppsagnir og svoleiðis. Að maður hefur sjálfur lent í að fá uppsögn og það er oft bara eftir á það besta sem maður gætt gerst. Akkurat og það er þannig að sko það er náttúrulega þessi klísja ef eitt gluggi lokast þá opnast það dyr og eitthvað svona sem er satt í sjálfu sér vegna þess að það versta sem þú getur gert fyrir sköpunargáfu hjá fólki og svona lausna hugsun er að setja fólki í vinnu þar sem það er vel launað og þarf einhver áhyggjur að hafa. Já, og gerir bara alltaf það sama. Já. Það kann að leysa vandamál X og Y og leysir vandamál X og Y aftur. Þá náttúrulega svo sem vextu ekki mikið. Nei, það er... Þú kannski kemur miklu frá þér en þú vext ekki mikið og... Aldrei heyrt þess að sögn notaða svona, vext. Ég veit það, ég bull út mér einhverjum svona hugtökum bara á færibandi og veit ekki alltaf hvort þau eru rökrétt. Hvernig annars ætti maður að nota það svona, vext? Það hlýtur eiginlega að vera... Já, og enskur talaði svona branch out, það er eins og svona tré sem að greina það vaxi margar áttir. Já, ég veit nákvæmlega hvort það meina sko, en bara þetta form á sögninni er óvanlegt. En allavega, já, þannig að ég hef svo sem upplifað þetta áður að standa á svona tímamótum og það hefur alltaf leitt til einhvers alveg meiri háttar. Það verða til ævintýri þegar að hugurinn opnast. Já, ég samla því. Og hugsunin verður frjó aftur og maður fyrir að finna út hvaða leiðir er hægt að fara. Margir eru þetta hræddir eins og segir við breytingar og það eru mörg okkar sem að bara hreinlega funkar ekki nema í miklu öryggi. Já. Fjárhagslegu öryggi, húsnæðislegu öryggi og allir þessu. Ég finnst að alltaf verið svolítið svona gefin fyrir drama og gefin fyrir óöryggi. Okay. Þannig að ég er svolítið þrífspillit á því að vera í bát sem er svolítið svona
ruggandi í ólgusjó Já, og finnst það gaman ákveðin óvissa, ég til dæmis plan aldrei neitt þegar ég fyrir ferðalög, ég bara fer eitthvað getur maður ekki líka orðið dramafíkill? Mér finnst ég að hafa verið dramafíkill þegar ég horfa aftur á mína ævi svona frá því að svona 17 til 21 þá finnst mér ég hafa verið svona dramafíkill svo bara þotnaði upp og ég þoli ekki drama ég þoli ekki fólk með vandamál ég þoli ekki að vera með vandamál þú veist, ég bara einhvern veginn svona kláraði það en mér fannst eins og maður væri svona, þú veist, dramasækin að maður bara, vandamál, ég verð að blanda mér inn í eða ég verð að taka það inn á mig eða ég verð að hafa eitthvað vandamál sjálf, ég verð að gera vandamál úr þessu, þú veist, það er svona einhvern veginn til leið. Ég meina, auðvitað er það hjá ákveðnum einstaklingum, vandamálasækni er mismunandi hjá okkur en það er auðvitað alltaf holdt að svona þegar við erum að tala persónuleg vandamál fólks að átta sig á, sko, ætla ég að vera eigandi þessa vandamáls líka eða er mögulega bara þessi aðili eigandi vandamáls og svo geti það mögulega verið betra. Það er alltaf gott að gera sér grein fyrir hvenær maður þarf að sleppa taki. Já, annað er náttúrulega bara meðvirkni, bara stöðuð meðvirkni. En það sem ég er svona meira að tala er þetta svona þessar uppeyr í lífinu og þetta, þú veist, að leyfa sér að skipta skoðun, taka aðra stefnu. Ég var svo heppin að fara í hjúkrunarfræði. Það er fag sem að felur svo margt í sér það er svo undirbúningu fyrir svo margt og síðan þetta fór ég hef svona í minni hjúkrunarvinnu lagt áherslu á geðræn málefni og það finnst mér hafa verið undirbúningu fyrir allt annað sem ég hef tekið mér fyrir hendur eins og til dæmis að vera í sölu á markaðsmálum í lyfjabransanum bara stórkostlegt að hafa þann bakgrunn Þú hlýtur að vera undirbúin líka undir í rauninni álag og að sjá eitthvað sem er mjög ljótt og erfitt fyrir sáluna að sjá í rauninni bara heilbrigðisgeranum sem hjúkrunarkona og þetta geðræna eins og þú segir sem að þú getur þá lært af alls konar líka í rauninni hvernig fólk hugsar og hvernig átt að markaðsetta hluti og það er ekkit endilega eitthvað sem hendar öllum ég meina það eru margir í minni stétt margir hjúkrunarfræðingar sem að geta ekki hugsað sér að vinna í geði en við erum hins vegar frábærir inn á gjörgæslu og bráðamáttöku og við það sem ég myndi örugglega bara drepa 3 á fyrstu vaktinni sko. þannig að það er svona mismunandi hluti sem henda en allavega hefur þetta henda mér að vera með fókus á geðið og ég var svo heppin núna í september að vera ráðin inn í tækniskólan skóla atvinnulífsins sem í stöðu hjúkrunarfræðings með geðreynslu og ég er ekki með sérmenntun í geðhjúkrunarfræði en það er bara mín reynsla þannig að ég er núna í hálfu starfi þar og er að styðja nemendur skólans sem að eiga við einhvers konar erfiðleika stríða og það er allt frá því að vera alvarlegu kvíðasjúkdómur og yfir í bara það er erfitt heima eða áhyggjur eða streita það er alls konar mál sem komin á borð til mín og þetta er að fara alveg frábærlega á stað og er svona einmitt dæmi þessa hreyfingu sem ég held að sé við erum farin að sjá þetta aðeins víðar sko, að við erum að átta okkur á því að þessi geðheilbrigðisþjónusta hún þarf að vera nær fólkinu heldur en bara inn á spítala. Já, ég held að það veri mikil viðundavakning í rauninni geðheilbrigði og líka það að það er ekki allir sem eiga við einhverja geðheilbrigðis erfiðleika að stríða, bara beinlinis geðbilaðir geðsjúklingar sem eru hættulegir eða eitthvað svoleiðis. Flest fólk á einhverjum tímabili verður eitthvað aðeins þunglind og það verður kannski ekki klínist þunglind eða fær svona kvíða tímabil og eitthvað og það er margt hægt að gera í rauninni betur til þess að í rauninni líka gera einstaklingarna próduktívari af því þú ert með stöðugan kvíða eða eitthvað svona vandamál þá kannski einmitt ertu meira frá vinnu og klára kannski ekki nám og svo framvegis. Örorka ungmenna er auðvitað mikið áhugjefni en hlutir eins og til dæmis virk starfsendurhæfing og Janus og þessi prógram sem hafa verið að vaksa núna síðustu ár og kannski áratug eru ofsalega mikilvæg og svo að færa heilbrigðisþjónustuna nær fólkinu það var nú frétt í dag í einhverjum miðlunum ég las reynda bara fyrirsögnuna en var mjög glöð að sjá það að reynslan af geðheilsustöðin í Breiðholti er það komin reynsla af henni núna og hún er að fækka innlögnum á sjúkrahús það er auðvitað galið að bíða eftir því að einstaklingur sé orðin það veikur að hann þurfi innlögn rándýra innlögn á sjúkrahús Mér finnst það oft svona vera yfirsjón í kerfinu að þeim þetta grípa ekki inn í fyrr að það er fyrst kannski þegar einhver er búin að reyna að drepa sig eða eitthvað þá fyrst kannski
fær hann einhver hjálp eða eitthvað frekar heldur hann að koma í veg fyrir hann langi til að drepa sig til að byrja með. Já, það er nú málið og þess vegna finnst mér þetta alveg til fyrirmyndar hjá tækniskólanum að setja þetta verkefni í gang. Þetta eru námsráðgjafarnir sem að eru svona þetta er krafturinn á bakvið þetta og þær fengu sérstakann styrk frá velferðarráðuneyti sem að tryggir þá þessa hálfu stöðu í þennan vetur. Já. Og svo eru þetta bara mitt hlutverk að byggja þetta upp og gera mitt besta í að styðja sérstaklega þessa hópa krakka sem eru í mestri brotthvarfshættu. Krakkar sem eru undir 18 ára og eru að díla við einhvers konar vandamál sem gerir það verkum að þeim reynist erfitt að haldast í skóla. Já. Og það er mjög mikið til að vinna að halda þessum krökkum í skóla og svona dröslaðum í gegnum þessi erfiðu tímabil. Já, ég hef nú heyrt það líka ekkert að bara fólk sem er búið að klára háskólanám að meðaltali oft mun taugaveiklaðra heldur en annað fólk, einfallega því að þú ert svo oft í einhver svona prófkvíða, stressi, framistöðu, sem sagt kvíði og svona að þetta getur verið alveg, ég er ekki að segja að það er ekki hægt það er svo sem ekki hægt að gera allt lífið auðvelt fyrir alla, af því lífið er ekki auðvelt en kannski vantar marga einmitt svona stuðning sem að skiptir á sköpum hvort að það klárar þetta eða hvort að dettur út. Já, við höfum heyrt þetta líka inn úr háskóla, það var heilmikil umræða að verið svona síðustu misserum einmitt varðandi líðan háskólanema og álag á þeim. Já. Prófkvíða og bara hreinlega námsálagið. Já. Og síðan bætast við hlutir eins og til dæmis bara afkomuótti og Já, að þú náir ekki endum saman með þetta og svona. En mér hefur samt fundist að stundum hefur verið reynt að fara ranga leið í þessu eins og að gefa þeim sem prófkvíða lengri próftíma eða eitthvað sem ég veist ekki rétt. Mér veist réttar að styðja einhvern en ekki, þú mátt ekki gefa honum eitthvað fram yfir hína nefndina. Já, ég hef svo sem ekki pælt mikið í þessum í prófkvíða sko. En hins vegar finnst mér oft og núna tala ég bara sem sko bara, þú veist, mamma hjá 2 börn og hún ætla bæði verið í skóla og svona. Mér finnst þessi miklu áhersla á námsmati gegnum próf oft vera dálítið skökk, sko. Þetta er einföld leið til þess að meta nemendur, kannski auðveldar að meta bara með prófi heldur en með einhverju svona huglagara mati við lengri tíma, hvernig nemendin stendur sig og þá er það kannski meira huglagt mat kennarans eða eitthvað. En þetta hefur bara sína kost og galla. Ég myndi segja að eitt kostur við prófi reyndar líka að það eru oftast tímabil í atvinnu lífinu þar sem þú þarft virkilega að standa eða einhverjum ákveðnum tímapunkti og ef þú gerir það ekki að þá hrynur allt. Skil einhver ákveðnu af þér, einhverju vöru eða einhverju auglýsingu eða eitthvað. Það er svolítið svipað á próf, það kemur álagsbúntur og þú þarft að standa þá og það er ekki tími til að laga það eftir á endilega. En þetta er samt takmarkað. Já. Þetta er bara eins og greindarpróf, þú getur fengið ákveðna hugmynd greind einstaklings með greindarprófi en þú veist ekkit nákvæmlega að þessi er greindar en þessi af því að hann fekk 5 meira eða þú veist, hversu vel stendur þessi sig til langstíma meðan við hversu mikla seiglu myndi þessi hafa í námi eða hversu vel manan hluti til langstíma frekar heldur en á klukkutíma greindarvísitöluprófi. Akkurat og svo náttúrulega höfum við líka séð einhvern veginn hvernig sko skilgreining á greind hefur sem betur fer farið í svona víkka svolítið út. Já, tala tilfinningagreind líka og svona félagslega greind sem er erfiðar að mæla og í rauninni staðla. Akkurat. En skiptir oft jafnvel meira máli heldur en svona hrágreind, svona rökfræðileg greind. En þetta er allavega mjög gaman að koma svona inn í þetta skólaumhverfi. Ég hef ekki unnið áður í svona umhverfi og móttökurnar eru alveg frábærar og það er margt mjög skemmtilegt að gerast. Nú erum við til dæmis með heilsuviku í gangi, ýmis konar fyrirlestra og svona hitt og þetta í skólanum og það sem ég hef boðið upp á er djúpslökun. Já. Það er svona hitt af því sem ég geri og það var alveg frábær mæting í djúpslökun hjá mér í gær og svo eru þeir krakkar að skila sér í stuðning og viðtöl sem er auðvitað frábært. Við vorum einmitt með jógakennara nýlega. Viðar Daða, ég ruglast alltaf að kalla hann Viðar. Daða málara, hann var að tala þetta jóga sem var með, einmitt það sem að þú hugleiðir og þú losar stress og þetta er svona svolítið eins og að skóla allar pípulagningarna þeinar svona aðeins og losa þig, frelsa þig. Sem ég er að gera þarna í þessari hópslökun er rauninni bara þetta er svona ákveðin aðferð sem að ég lærði hjá honum Jakobi Jónasinni
gamla geðlækni sem var svona dáleiðslumestari og þetta var í gegnum svona vinnu mín á geðdeildinni, þá bauðst okkur að fara í svona prógram hjá honum til þess að læra djúpslökun og dáleiðslu. En í svona hóp þá ég semst að nota slökunar hlutan og það kannski bara svona hálftími sem að verður jafnvel bara eins og 8 tíma svefn aukalega sem þú færð. Þetta svo ofboðslegur hvernig við getum bara endurnært líkamann og alveg fengið nýjan styrk sko. Það magnað. Já, náttúrulega ekki bara lengd hvíldarnar, það eru gæðin sko. Hvernig þú nærða að vinna þessu. En þú hefur líka verið að halda námskeið, það ekki fyrir utan Jú, já, og ég náttúrulega, þú veist, þetta bara 50% og ég hef verið ég líka semst komin núna í fyrsta sinn með ráðgjöf og stofu. Já. Og hann verið mikil eftirspurn eftir því, bara síðustu árin og bara í fjölda ára, fólk sem hefur spurt mig hvort að ég bjóði upp á það að hitta það og taka svona persónulega ráðgjöf. Það eina sem ég bjóði upp á hingað til bara þessi spurningar og svör á netinu. Já. Og þannig að núna ég semst komin í samstarfið áfalla- og sálfræðimiðstöðina sem í Hamraborg 11 í Kópavogi. Það alveg frábær hópur af sálfræðingum og félagsráðgjöfum og það fleiri hjúkrunarfræðingar líka. Og þar ég núna 1 dag í viku, þar sem að ég tek fólk í viðtöl og ráðgjöf. En þetta almennt bara öll sálræn í rauninni mál, ekki bara kynlífsráðgjöf? Svona líf og líðan. Ég myndi segja að þetta færi nú víðan völl, en þetta það sem ég hef reynslu af og lagt mest áherslu á í mínum ferli kynlífið og svona andleg líðan. Já, það náttúrulega blandast oft saman. Já, vissulega og þetta mjög fjölbreytt nú þegar. Það þetta bara ef hlustendur að spá í hvernig geta banta tíma, þá bara best að senda post á raggaeiriks@asm.is. Hvað svona algengasta sem að fólk að glíma við í þessu sem að kemur til þín með? Til dæmis lítill kynlífsáhugi. Já. Það bara eins og að sé eitthvað dáið. Það ekki algengara, ég veit að þetta kannski svona stereotypa, en það ekki algengara hjá konum en mönnum? Jú, allavega algengara að það komi upp á yfirborðið. Já. En það verður algengara hjá körlum til dæmis með hækkandi aldri. Þegar þeir fara í sína andrópásu eða svona tíðarkvæðir testósterónmagni minnkar og Já, maður sér alltaf svona auglýsingar á netinu sko, hvernig getur þú fengið testósterónina aftur upp. Akkurat. Svona einhverjir svona 50-60 kallar sem allir vöðvar til þess að sína þeir nú ennþá með testósterón. Auglýsingar ég alltaf að fá svona, ég náttúrulega nálgast fertugt og þá fæ ég alltaf svona auglýsingar á YouTube og Facebook eitthvað, hvernig getur þú fengið testósterónu? Já. Sjáðu mig, ég 60 og ég vöðvar. Þetta svolítið fyndið. Þannig, en já, og þetta svo ofsalega fjölbreytt mál sem að koma inn til mín bara ýmislegt og kynhneigð til dæmis vera átt að sig á kannski í rauninu seint á ævinni að vera átt að sig á því að maður kannski ekki gagnkynhneigður. Nei, þú með fleiri hneigðir en þú hélst eða aðrar. Já, eða það eitthvað svona annað í gangi heldur en þú gerir því náttúrulega fylgir mér minni skömm í dag en áður, en kannski ekki auðvelt að segja við konuna sína, heyrðu, mig langar svolítið til þess að prófa aðra menn eða eitthvað. Einmitt. Líka fólk sem hefur áhuga á að stíga inn í einhvers konar óhefbundi sambandsform. Já. Eins og fjölástir eða jafnvel bara opna samband eins og í svingi eða eitthvað svoleiðis. Já, við tölum svolítið það í síðasta þætti og mér hefur alltaf fundist það mjög áhugavert þó ég held það sé ekki fyrir mig. Þá finnst mér svo áhugavert að vita hvernig fólk nær láta það ganga. Ég meina fólki mistekstaður gloft það ekki líka í rauninni að það stígur þetta skref og kannski sér eftir því það ekki. Hvað ekki helmingur sambanda sem mistekst bara svona? Já, hvað sem Já, og svo segir kannski það var af því að við fórum út í svingið en það var kannski bara, sambandi var kannski á í rauninni. En auðvitað eins og segir að þá það ekkert fyrir alla en tilgangurinn minn með því að vera alltaf að tala eitthvað þetta auðvitað sá að reyna að færa fólk á svona umbrælendari stað, að gera sér grein fyrir því að eins og þú segir, þetta sving kannski ekki fyrir þig en auðvitað getur nágrannarnir bæði til hægra og vinstri verið svingandi og það bara allt í lagi. Hvað væri mann ekki sama eins og maður myndi eitthvað vera eitthvað bara
stelpur, þið megið ekki leika við þessa stelpur, því pabbi þeirra og mamma gera hluti sem eru dónalegir eitthvað, hvað maður eitthvað að vera svona eitthvað. Svona hugsar fólk og þetta er það sem að fólk hræðist sem er ekki alveg í þessu normi sem að við erum vön. Fólk hræðist þetta, fólk hræðist fordóma, fólk hræðist stöðu sína í vinnunni. Ég meina grunnskólakennari sem svingar vill ekki endilega láta það fréttast. Nei, en það væri það nú líka mjög óþægilegt sko, ef að hinir krakkarnir í bekknum hans vita að sem grunnskólakennari þá ertu mikið með krökkum, þú vilt kannski ekki til að þau vita einhver smáatriðum þitt svona enga líf sem er farað þá kannski bara jafnvel að stríða þér á eða eitthvað. Ég meina, krakkar mun alltaf finna eitthvað til að stríða kennarum. Reyndar en þetta varðar, þú veist, ég meina þetta snýst bara allt umburðarlyndið og bara rétt eins og fyrir 40 árum þá hefði kannski grunnskólakennari ekki vilja láta það spyrjast út til kennara að hún var í lesbía. Nei, alls ekki sko. En ég get ekki ímyndað mér að einhverju þetta það mál í dag. Nei, það er eiginlega öllum sama og þeir sem er eitthvað yppa sig út af því er yfirleitt ekki, þeir eru skotni niður yfirleitt. Já, við höfum lítinn, sem betur fyrir höfum við mjög lítinn tolerans fyrir slíkum fordómum í dag. Já. Við erum svona ennþá á stað þar sem að það getur verið erfitt að vera trans til dæmis. Já, mér finnst stundum sko með þá umræðu ef ég má svona svolítið vera með báðar hliðarnar að þá, mér finnst að fólk megi gera það sem það vill með líkama sinn og þetta er það algengt að fólk segist upplifa sig sem hitt kynið að það hlýtur að vera eitthvað á bak við þetta annað heldur en bara einhver svona fáránleg hugmynd sem að kemur í kollin á fólki af því að það er ekki jafnvægi. Það er margir sem segir þetta sé bara eitthvað geðsjúkdómur og fólk, veist, en þetta er svo algengt að mann finnst að geti alltaf verið. Þú heyrir svo margar sögur frá krökkum sem voru bara, ég vildi alltaf leika með dótið sem hitt kynni var með að vera í fötunum sem hitt kynni var með, ég var alltaf skotin í, þú veist, einhverjum hinn, þú veist, að það er svo margir sem að segja svona sögur frá því þú eru alveg lítil, að ég trú ekki að þetta geti ekki verið eitthvað raunverulegt. Þó að auðvitað útilöki ekki að sumir kannski eru í einhverjum erfiðum ástundum andlega og fara bara út í eitthvað af því að þau veit ekki hvað þau að gera. En mér finnst svona stundum samt með þetta að þetta getur gengið svolítið oflangt að heimta að maður megi ekki segja kyn á neinum af því að maður, þú veist, maður sér kannski þetta kona megi ekki ávarpa eitthvað sem konu eða sem manna fyrir þú ert búin að spyrja á eitthvað svona. Mér finnst þetta ganga svolítið oflangt þessi áróður með að hérna við eigum endalaust að svona einhvern veginn aðlaga okkur að einhverjum nýjum reglum sem er endalaust verið að semja upp og nýtt og ekkert samræmur einu sinni. Manstu hvað við tölum síðast? Við tölum þetta með atómin og rafeindirnar og róteindirnar. Ég er búin að gleyma því. Okay. Var það þá sem við fórum út í Nei, það var í jóganu sem ég fór út í að kenna smá skammtafræði. Já, ég meina þar erum við á svipum slóðum sko, hérna fyrir einhverjum 20 árum og þá vissum við nákvæmlega hvernig alheimurum væri samsettur. Já, það breytist. Róteindir og rafeindir og svo fórum við að hérna komast að þessu kvarkana og stringþjóri og svona að það voru til minni eindir, þannig að heimsmynd okkar breytist. Ég er líka alveg sammála því að það er ekki rétt að segja að það eru bara 2 kyn í rauninni og það er bara þannig og allir aðrir ímynda sér eitthvað, af því að það eru til alls konar til dæmis bara litningafrávik og genafrávik sem að gera kannski það að þú fæðir sem karlmaður en einhver gen eru óvirk, þannig að þú þroskast sem kona líkamlega. Þannig að það er í rauninni líffræðilega rangt að segja að það sé bara 2 kyn. Bara, það er ekki bara félagslega, en mér finnst samt ofboðslega leiðilegt þegar fólk fer alveg út í öfgar og segir að kyn eru ekkert nema eitthvað sem við höfum búið til samfélagslega. Það er náttúrulega líka rangt af því að ég meina úlfar og hýenur og svona eru ekki búin að vera með eitthvað samfélag sem ákveður kyn eða tígristýr sem eru einfarar eða svona, þú veist það er samt kyn hjá þeim. Þannig að mér finnst alveg svona með kannski Við þurfum að átta okkur samt á því að við erum á þannig stað að hérna ég held að þetta sem að þér finnst öfgar sé nauðsynlegt akkurat núna. Við þurfum stundum svolítið ýkt skilaboð til þess að hérna á meðan að breytingar er að ganga yfir. Já, en ég held að virki frekar öfugt af því að þegar maður er í rauninni, þegar maður skilur vísind og svona heyrir svona frá fólki að þetta sé ekkert nema eitthvað í rauninni sem samfélagi hefur búið til. Samfélagi hefur ekki ákveðið hvernig börn verða til hjá manninum eða hvernig í rauninni fólk þroskast kynferðislega og svoleiðis, þetta er líffræði. Við hefðum ekki getað ákveðið þetta að vera öðruvísi með því að með einhverju hefð, alveg eins og við ákveðum að við notum peninga, skilur, og þeir hafa eitthvað verðmæti og við ákveðum tungumál og orð þýðir eitthvað, það er algjörlega samfélagslegt.
En á sama hátt að við notum peninga og ákveðum verðmæti þeirra að þá notum við ákveðin skilaboð og hvort sem það hegðun, klæðnaður, venjur í samfélagi sem við setjum á kynin sko. Það er ekkert sem segir að karlmenn geti ekki verið í kjólum eða pilsum og sumstar eru þeirra líka ganga í kjólum eða sett varulít á sig eða eitthvað, þú veist, það er ekkert sem að það er samfélagslegt í rauninni. Já, akkurat, og það er kannski það sem að umræðan snýst svona svolítið frekar að það er þessi samfélagslegu atriði sem að hafa svona verið það ríkjandi og viðtekin að það myndast sko hræðsla og einhvers konar streita þegar að eitthvað rekur og fjörur okkur sem aðeins öðruvísi. Já, manni finnst það líka kannski vissuleiti, það er eitthvað svona óþægindi kannski sem fylgja því, eins og segi ég sem karlmaður að hugsa einhver beitt sér konu af því að manni finnst bara tilhugsunum einhver skeri eitthvað í sperralíningin á sér og eitthvað svona skera, þú veist, maður hugsa eitthvað sker af sér, það er náttúrulega ekki það sem gert en þessi breytt og eitthvað. Ég vil bara svo tilhugsun finnst manni rosalega óþægileg. Þannig að maður kannski konfronteraður með einhverjum svona hugsunum sem manni finnst óþægilegar en auðvitað má fólk gera það sem maður vill með sinn líkama. Hvað finnst þér þegar þú hugsar einhvern sem að fær kransæðastíflu og þarf að fara í stóra opna hjartaaðgerð og það saga þennan bringubeinið alveg og glent í sundur til að komast að hjartanu margir þola þá tilhugsun mjög illa og gæti aldrei horta á skurðaðgerð til dæmis, þannig að jú. Ég held að sé bara óskup svipað. Já, mér er líka alveg sama, fólk gerir bara það sem maður vill með sinn líkama. Ég er ekki endilega til þess að borga mínu skattpeninga fyrir hvað sem fólk gerir með sinn líkama en það ætti allavega að hafa þetta frelsi og við lærum væntanlega líka meira þetta eins og við erum að tala þetta finnast þú verið í röngum líkama frá þú ert krakki, við væntanlega bara munum skilja þetta fyrirbæri betur með tímanum. Svo er náttúrulega líka það sem að margir átti sig ekkert á að kynleiðrétting þarf ekki endilega snúast það að breyta kynfærum. Nei, bara þú sést samþyktur sem og til dæmis bara það að geta gert nafnabreytingu og í þjóðskrá og geta lifað í því kyni sem að þú upplifir þig sem, það er mjög mikilvægt. Já, mér finnst fólk hafa fullan rétti þessi, mér er samt svona stundum óþarfi að kalla kannski einhvern svona rasista og nýðing ef hann ekki alveg til í að samþykja hugmyndir þínar þessa hluti. Mér finnst oft svolítið of langt gengið því, eins og þegar einhver segir ég myndi aldrei vilja eiga transkonu, að þá finnst mér það bara alveg í lagi að einhver hafi þá afstöðu. Hann sé ekki endilega, sko, hann er ekki endilega rasisti og hatari og nýðingur, sko. En þið hlust á Flæðiskeri útvarpi sögu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Kristinsson hérna með mér, Ragnheiður Eiríksdóttir, þú ert gestur okkar í dag. Við ætlum að fara í auglýsingar og koma hérna til skamma stund. Flæðiskeri útvarpi sögu heldur áfram, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Kristinsson hérna með mér og Ragnheiður Eiríksdóttir, hjúkrunarfræðingur hérna hjá okkur. En segðu okkur endilega meira frá námskeiðinu sem að þú ert að halda núna. Já. Sko, ég var síðustu helgi með námskeiði konur og kynlíf. Já. Og það er svona kynvitundar námskeið alla konum burt sér frá því hver sambandstaða þeirra þær þurfi ekki að vera í sambandi eða hafa nokkuð tíma verið, það skiptir engu máli og líka burt sér frá kynhneigðinni þeirra. Námskeiði fjallar semst bara samband þessara kvenna við sig sjálfar. Já. Og á því erum við að vinna í að svona efla kynvitundina og styrkja þessa kynferðislegu sjálfsmynd sem að verður oft svolítið út undan. Já, mynd. Á því námskeiði þá fjöllum við, þetta eru 2 dagar í röð, 4 tímar hvort daginn. Fyrri dagurinn fjallar mikið bara svona bara þekkingu. Það læra líffræðina, við skoðum alveg hellinga píkum, læra hvar allt er staðsett og hvernig hlutinni virka. Já. Hvað gerist í líkamannum við kynörfun og hvað gerist í líkamannum við fullnægingu og við förum svona í gegnum alls konar mál, síðan fá þar heim með sér verkefni sem var að vinna heima og síðar í daginn erum við að tala svona meira þeirra upplifun af sér sjálfum og kynlífssambandinu við sér sjálfar og kynorkuna, hvernig við notum hana. Við lærum ákveðna tegunda öndun og förum í reynda báða dagana í slökun þar sem að við erum svona líka að efla kynorkuna.
Já, og næsti hópur verður hjá mér í byrjun nóvember og það eins námskeið. Já. Ég síðan að setja upp annað námskeið fyrir konur, annars konar námskeið. Ég veit ekki hvort það mun heita konur að kynlíf 2 eða hvað. Kynlíf fyrir lengra komna. Já, sko, það fjallar þá ekki samband konuna við sig sjálfa, heldur meira kynlíf í öllu sínu fjölbreytileika og þetta mikla ævintýri sem að það og getur verið ef við höfum opinn huga og svona leifum því að leiða okkur í ýmsar áttir. Svo núna, af því að ég nú búin að vera að tala konur og kynlíf og fjallinu á Facebook og verið svolítið svona að gera það áberandi síðustu vikur, að þá hefur bara hreinlega ringt fyrirspurnir frá karlmönnum. Já. Og ég ákvað að prófa að setja upp námskeiði karlar og kynlíf. Það að verða tilbúið og þetta eitthvað sem ég hef ekki gert áður. Ég hef reyndar alveg komið með fyrirlestra og umræður og svona ýmislegt í karlahópa en ekki verið með sérstakt námskeið. Skráningar byrja bara núna á föstudaginn og tímaformið uppleggi verður svipað. Já. En efnislega verður þetta aldrei öðruvísi. Þetta námskeið ætla ég að gíra inn á karlmenn sem eru gagnkynhneigðir eða allavega líta á sig sem gagnkynhneigða og stunda aðalega kynlíf með konum. Já. Og það mun fjalla bæði karla og svo líka aðeins konur. Einmitt. Og reynslan af námskeiðum sem þú hefur haldið fyrir konur, hafa margar sagt þér eitthvað svona að þær hafi upplifað eitthvað meira eða farið að misvið eitthvað þangað til að fóra námskeiðið og þetta hafi opnað? Já, það hefur verið mjög svona gott feedback sem ég hef fengið eftir þessi námskeið. Ég held aldrei mikið af þessu fyrir svona áratug síðan og svo núna eftir og það er reynda núna þessi hópur sem var núna síðustu helgi hjá mér á eftir að beða þeir að skrifa umsagnir. Já. Sem alltaf bara mjög gaman og gagnlegt líka fyrir mig að fá. En auðvitað það sem skiptir máli. Ég get komið hérna og talað námskeiði mitt og sagt hvað það æðislegt og frábært. En jú, ég get líka alveg sagt það að konur hafa upplifað ýmislegt gott í gegnum og kannski fengið svona aðganga meiri svona tækjum og tólum, þá er ég ekki meina til að fysiska titrar eða eitthvað svoleiðis, heldur bara svona aðferðir til að hugsa og til að líta á þennan part af sjálfum sér sem að hjálpa þeim þá að þróast. Það mjög algengt að konur kannski fara á misvið hluti af því þeir eru aðeins of kannski feimnar eða einhvern veginn finnst þetta einhvern veginn aðeins of erfitt að biðja hluti eða krefjast hluta eða? Já, það talsvert algengt að konur og reynda bæði kynin erfitt með að bara tjá þarfirnar sínar og biðja það sem þau þurfa og líka setja mörkin sín. Já. Líklega dálítið algengara hjá konum. Konur búa við annars konar veruleika í samfélaginu. Já, það er jafnvel ennþá í dag þessi fína lína að kona má ekki sína áhuga og svo að vera drusla eða eitthvað svona rögg, sko. Og það mun meiri áhætta fyrir konu að tjá kynvitundin sína, tjá sig sem kynveru á einhvern hátt heldur en það er fyrir karlmann og einmitt þessi druslustimplun og svoleiðis er partur af því. Þegar þú lifir í samfélagi sem akkurat svona þá síast þetta inn og verður bara partur af vitundinni og það getur verið heilmikið mál að afbyggja þessar hugmyndir og líka bara hugmyndir og æsku líka líkamann, óhreinindi eða ekki, hræðslu að verða ólétt. Það er svo margir svona hlutir sem að geta síðan truflað seinna á ævinni. Já, manni finnst þetta stundum svolítið merkilegt með hvernig ég veit ekki hvað maður á að fara persónulega í hlutin en maður er kannski með einhverju konuskilur og svo spyr maður hann að þú veist, hefur aldrei prófað að gera það við sjálf og bara nei, mér fannst það bara ógeðslegt eða eitthvað, maður bara býttu, veistu hverju þú ert búin að missa af? Þú hefur geta verið, þú veist, með 10 góð ár af, þú veist, og vantir svolítið svona kannski bara... Ertu að tala sjálfsfróun? Já, ég er að reyna að fara fínt í hlutina, sko. Já,
Þú veist, ég veit marga gauðra sem að hafa lent í þessu að segja eitthvað, já, þú leiðbeinir mér bara og þá bara, já, ég kann eiginlega bara ekkert á þetta. Veistu, mann finnst það svo, maður vorkennir svo sem konum sem hefði getað oft svo mörg góð ára af sjálfsfróun í rauninni og mistu hafið þessu, bara af einhverju svona feimni eða tepruskap eða einhverju svona hugmyndum. Aldrei á sent að byrja á sjálfsfróun. Nei, nákvæmlega. En það gefur auga leið í rauninni að kynferðislegu veruleiki karlmanna annar. Já. Og þess vegna setja ég námskeiði fyrir karlmenn upp á dálítið annan hátt. Einmitt. Og ég held að það væri mjög erfitt til dæmis að fá karlmenn á námskeið þar sem yfirskriftin væri að efla kynvitundina sína. Nei, en þetta svona meira kannski með á að efla að þeir geti verið betri elskuðar og reynst konu sinni betur, skilið hana betur. Já, ég meina kannski ég að fjalla ósköp svipaða hluti en formyrkin svolítið önnur og þetta bæði fyrir þá að nýta sína kynferðislegu möguleika ennþá betur, verða ennþá betri elskuðar, kannski endast lengur eða endilega vilja það. Já, konan því. Uppgöta dýpri fullnæðingar til dæmis í gegnum örfun og blöðurhálskirtli. Það eru alls konar hluti sem við munum tala um. Já, einmitt. Það er náttúrulega kannski margir karlmenn sem ekkert af því að það svona svolítið nálagt rassinum og svona, þá finnst þau kannski svona eitthvað, þeir vilja ekki vera að pota þar í. Já. Finnst það einhvern veginn svona niðurlægandi og er kannski ágætt fyrir þá að vita þessu möguleika. Akkurat, það er mikill miskilningur oft í kringum endaþarminn. Já. Líka bara þetta að sko, karlmenn eru oft undir mikill í pressu að þeir eigi hreinlega að kunna þetta allt út af þessu fyrirkomulagi okkar og hvernig kynin hafa verið í svona ákveðnu hlutverki hvað var það kynvitund og kynlíf. Já. Þá eru þeir kannski svolítið undir ákveðinni pressu að þeir eigi að vera alltaf græður og kunna allt. Já, nákvæmlega, og mér finnst bara mjög eitruð viðþór oft gagvart karlmenn hvernig þeir eiga að vera. Halldór Auðar, vinur minn, var í Píritunum, var að skrifa svona svolítið pistil það. Hann náði náttúrulega ekki yfir allt sem að mætti tala en mikið til þessi pressa sko að þú eigir bara alltaf að vera græður. Þú eigir alltaf að vilja bara skora allar konur og svo ef þú talar við kannski stelp á djamminu, ég man eftir þessum ungur að tala um einhver stelp á djamminu og bara, lest hann bara fara þú sé slúði að höstla hann ekki skilur, eitthvað svona press eins og þeir alltaf að vera eins og eitthvað krókódíl sko að reyna að éta fisk eða eitthvað bara á eftir konu, getur ekki bara spjallað og það var bara fínt, bara var hún skemmtileg, frábært var það skemmtilegt spjall, skilur, það er alltaf bara þú sé slúði að skora hann ekki eitthvað svona. Þetta er svona ákveðnar eitraðar hugmyndir karlmennsku sem að hamla ykkur líka og þess vegna náttúrulega jafnréttisumræðan og feminismi bara lykilatriði að því að við njótum okkar öll í kynlífi. Já, þú veist, mér fannst þetta þegar ég var ungur mikið svona eitthvað, þú veist, ég náttúrulega svona snertifælin, gagvart þeim sem ég þekki ekki ég er ekki yfir höfuð snertifælin sko, ég var að tala um það að þú veist, ég vil alveg knúsa konu mín og koma hana og eitthvað svo leiðis, ég vil knúsa börnin mín og svona, ég er ekki svona yfir höfuð snertifælin, ég get glímt, þú veist, og allt það en svona einhver náinn snerting sem ég þekki ekki finnst mér bara einhvern veginn ógnandi eða óþægileg ég veit ekki alveg hvernig á túlkana og mér finnst hún svona einhvern veginn fara á mitt svið og svo eru gaurarnar að segja, þú veist, lúða höstleikis að gælu og bara, hvernig átti ég að gera það? Þú veist, ég frýsi ef einhver gælasest í fangja á mér og svo alltaf, þú veist, þessi auðmingi og lúði ertu. Það er rosalega svona leiðinlegt viðfótt. Já, ég meina þetta eru alls konar pælingar og auðvitað hefur þessi, sko það er ekki bara Íslandi að umræða, svona kynlífs jákvæð umræða er svolítið dóminerað af kvenfólki. Já. Við sjáum það bara allstaðar í þínum vestræna heimi, það eru konur sem eru að tala um þessi málefni, sem eru að reyna að auka kynfrelsi einstaklinga, kallarnir hafa lent svolítið út undan, kannski að því að konur, það er okkur eðlilegra að huga að kynvitund okkar kynsystra, þar sem við sem erum svona í þessu en ég meina ég ætla að gera þessa tilraun og sjá hvort að strákar skrá sig hjá mér og í svona hópur auðvitað algjör trúnaður og þetta er ekki hópur það sem hún kemur og ert að og segja einhverja kynlífsbrandara eða eitthvað og hlæða eins og fá þetta. Nei, við getum gert það yfir bjóra barnum og kalla groppað Þannig að þetta er bara virkilega, þú veist, að bara kafa hann í þessi málefni og bara læra meira og efla sig og verða, þú veist, færar að njóta kynlífs og bæði gefa og þiggja. Ég náttúrulega, þú skilur þig betur og þú skilur maka þinn betur eða þær konur sem að þú ert með eða þá menn sem þú ert með, þá hlýtur það að verða betra kynlíf út úr því. Akkurat. Og líka bara með því að styrkja sjálfsmyndina, hvort sem þú ert að styrkja þennan part sjálfsmyndarinnar eða aðra hluta, en allavega í þessu tilfelli erum við að tala um að styrkja kynferðislegu sjálfsmyndina,
það gerir þig miklu hæfari til þess að gefa af þér í kynlífi Já. og það gerir þig líka hæfari til þess að þiggja á fallega nátt, þannig að Já, væntanlega svo tala líka að setja mörk og segja bara, ég vil þetta ekki, fyrir að gera eitthvað sem þér finnst ömurlegt og eitthvað svona, fyrir að finnst þú eigir að gera það og þá kannski ég mitt segja, en ég vil þetta þú veist, frekar en að þú ert kannski kallmaður og þú vilt eitthvað frá konuninni og hún, þú veist, vill það ekki og finnst ömurlegt og þú einhvern veginn ert að reyna að fá eitthvað út úr henni sem að hún vill ekki og kannski gefur hún þér það en finnst það leiðilegt og finnst ömurlegt kynlíf, frekar en að hún, þú er kannski bara að segja, ég vil þetta ekki, en mér langar rosalega mikið að gera þetta og þá fáir kannski hitt þarna og fáir það þá vel og af í rauninni áhuga. Já, við munum tala svolítið þetta á kallanámskeiðinu samskipti og það nú einu sinni þannig að kallmenn, þeir eru kannski daldið svona oft, hvað ég segja, pínu klaufar kannski í þessum samskiptum. Já, maður kannast þá sem við það. Konandan kannski lokast svolítið og kallarnir verða svolítið klaufalegir. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem að verður gaman að skoða. Maður hefur alveg heyrt líka eins og svona, þú veist, þegar fólk fyrir að trúna við mann að þú veist eins og bara, maður veit konur sem hafa bara skilið við mannin sinna því þeir fóru klaufar í þessu og hefur þá kannski ekki mátt kenna þeim eitthvað. Akkurat. Það er, þú getur ekki sagt við mannininn bara þú ert svo mikil klaufi í kynlífi, skil, þá eyðileggur sjálfsmyndans en þú getur kannski fundið eitthvað leið til þess að leiðbönunum áður en þú ert skilin og þú veist, komið með helgar pappa, helgar mömmu dæmið og herðarnar. Þetta er þetta, þú veist, ég meina við förum á alls konar námskeið til að læra að hnýta flugur eða til að, þú veist, læra að elda veganmat eða hérna, veit ekki hvað, ketilbjöllur, bara, við sinnum alls konar hérna áhugamálum og þáttum í lífin okkar og þú veist, hver hefur ekki kynlíf sem áhugamál, í alveg talað? Bara asexual fólk og enginn annar. Já, nákvæmlega. Það er bara mjög lítill hópur. Akkurat, það er afskaplega lítill hópur, þannig að akkur ekki að taka bara þennan tíma til þess að sinna þessum parti af sjálfsmyndinni og af lífinu. Ég tek heilsugur undir það. Það er spennandi. En alveg svona í blá endan, langar mig pínu að spyrja þig, bara forvitni. Hvað eru svona óvenjulegustu blæti sem að þú hefur fengið svona upp á borð hjá þér, svona fólk sem er að segja frá? Eða ekki endilega óvenjulegustu, en segðu okkur bara frá einhverjum svona... Sko, það er nefnilega eiginlega sama hvaða blæti ég hef heyrt Já. Ég hef alltaf fundið það síðan einhvers staðar á netinu. Já. Veist, ef þú heyrir eitthvað, þá er það til. Já. Og fyrir þá sem að hafa áhuga á hérna, blætum og svo lesa, þá er vefurinn fatlife.com rétti staðurinn til að leita. Já. Og þar getur bara leitað að hópum og fundið, þú veist, þú hefur kannski áhuga á því að stinga hælaskó upp í eitthvað gata þér. Já, eða í bánsabúningi eða bánsabúningi og meðan þú gerir það. Það er nú bara ekkert óalgengt að vera í hérna bánsa eða einhyrningabúningum. Nei, það er kallað furry. Akkurat. Það er bara alls ekkert óalgengt. Eru þeir til á Íslandi? Já, þeir eru til og þeir hafa tengstæðan sinn á BDSM-senuna, þannig að en blæti geta verið svo ótrúlega fjölbreytt. Ég veit ekki hvað ég á að segja með óvenjulegt blæti. Það er eitthvað sem að mér finnst óvenjulegt, finnst þér kannski bara mjög eðlilegt. Já, einmitt. Það getur allt einhvern veginn, allt sem við finnum í heiminum getur kveikt í einhverjum, sko. Þarf maður ekki líka svolítið að leyfa sér bara, ef þú ert með blæti, að vera bara með það og vera ekkert eitthvað feimin eða líða illa, vera bara með blætið, þú vera stoltur að því, þú ræður svo sem hvort þú segir, en ég verður maður ekki bara að leyfa sér að, og svona ekki vera lokaður kannski á möguleika sem eru fyrir hendi. Einna helst, ég meina, þannig verður lífi best ef við lifum ekki skömm eða einhvers konar slæmum tilfinningu gagnvart því sem við erum í raun og veru. Já. En svo eru þetta stigsmunur, er þetta eitthvað sem að þú þarf til þess að fá örvun eða er þetta eitthvað sem að þú er til í? Já, er þetta hliðaráhugamál eða er þetta allur fókusin? Er þetta bara lífið? Já. Höfum við tíma fyrir smá játningu í endan? Eða erum við búnir? Við erum búnir, ok, þið fáið ekki að heyra grófa játningur frá mér í þetta skipti. Kannski sem betur fyrir. Ég ætla að fara að játa á mig ákveðu blæti. Ok, það verður að vera en það verður í einhverju mögnu þætti. Og það verður að vera með þér. Ég fer ekki bara, heyrðu, nú erum við með hérna hann Daða listmálara og ég ætla að byrja að tala um blæti mitt. En ef við tökum þetta bara næst, það er bara góð pæling. Flæðiskeraðandarinni Ragnheiður Eiríksdóttir, takk fyrir komuna og alltaf gaman að fá þig. Takk. Og við heyrumst í næstu viku, verið sæl.